Við erum í rauninni ferskfiskfyrirtæki sem þýðir að við vinnum ferskan fisk og seljum til neytenda í Þýskalandi. Byrjuðum 2004 í Cuxhaven og hefur verið bara mikill vöxtur hjá okkur og við erum að vinna eitthvað 10.000 tonn á ári og það er áframhaldandi vöxtur. Það sem hefur gerst núna er að okkar stærsti kunni sem er Metro, þeir ákveða að byggja í rauninni ferskfiskplattform þar sem að öll dreifingin á þeirra ferska fiski inn á þeirra markaði fer í gegnum. Hérna í Frankfurt, nálægt flugvellinum, það er mikið af ferskum fiski sem kemur flugleiðis alls þar á heiminum, Suður-Ameríku, Asíu og Bandaríkjunum. Og hérna í hjarta Þýskalands er mjög góða tengingar og mjög miðsvæðis í Þýskalandi. Þannig að við erum ákveðin að taka það skref að færa vinnsluna frá ströndinni, þar sem er svona hefðbundin fiskvinnsla, og hingað inn í land og erum í rauninni við hliðina á þeim og náum með þessu að spara mikinn tíma og tími er mjög dýrmætur þegar verið er að vinna með ferskan fisk. Og hversu stór eða viðamikil er þessi verksmiðja hér? Við erum hérna á 3.000 fermetrum, 3.500 fermetrum í vinnsluhúsnæði og hér höfum við rými til að vaxa talsvert mikið og við erum með samninga sem koma til með að gera það verkum að við eigum eftir að tvöfalda magni hér í gegn á næstu 3 árum, þannig að við ættum að vera komnir í 20.000 tonn eftir 2-3 ár, þannig að hér er mikið rými til að vaxa. Þannig að það eru spennandi tækifæri hérna og greinilega spenningur fyrir þessu öllu saman hérna innan fyrirtækisins. Já, þetta er mjög skemmtilegt verkefni, þetta er með ég segja. Það hefur enginn unnið ferskan fisk svona langt inn í landi í Evrópu held ég bara aldrei. Þannig að menn lítur nú á okkur sem svolítið skrýtna í byrjun að fara frá ströndinni og inn í land með fiskvinnslu. En það er sýnir kannski breytinguna sem hefur átt sér stað undanfarna 20-30 árum að nú er fiskurinn að koma mest með trukkum en ekki með skipum. Skipin fara í rauninni frá fiskimiðunum í næstu höfn til að spara olíu og tíma og svo fara trukkarnir að stað út allt og hér erum við gríðarlega miðsvæðis bæði varandi landlogistik og svo náttúrulega fluglogistik líka sem er sívaxandi með ferskmatvæli. Og þetta er náttúrulega gríðarlegt verkefni að flytja tól og tæki, kaupa ný, byggja hús eða innrétta, hanna og svo auðvitað að flytja starfsemi og fólk frá Cuxhaven. Já, þetta er mjög stórt verkefni og ekki alveg auðvelt en þetta er að takast, við erum að komast í mark. Og þetta er náttúrulega í rauninni, við erum að færa hérna mikið bara íslensku hugviti inn í mitt Þýskaland. Það er búið að vera mikið af Íslendingum að vera að vinna að þessu undanfarið 2 ár. Þetta er 2 ára prósess sem við erum búið að taka. Sjáum við fyrir okkur svona að lokum að þessi þróun muni haldast áfram að fiskverkun verði svona nálægt mörkuðum eða nálægt söluaðilum? Já, ég er sannfærður það. Það er fylgst mjög náið með þessu svona, í markaðnum og ég er svona nokkuð vissum að það eiga einhverjir eftir að elta okkur hingað niður úr og það er hægt að taka þetta konsept og færa þetta yfir á aðra staði. Því að það er bara svo, núna hraðinn er svo mikilvægur og svo kostnaður við flutninga sem er náttúrulega gríðarlega mikilvægur. Þannig að við höfum mikið forskot á okkar samkeppnisaðila, hvort sem það er í Noregi, Pólandi eða Hollandi eða upp í Danmörku. Við getum brugðist hraðar við getum veitt betri þjónustu og verið í rauninni með ferskari vörur líka. Metro, we are a wholesale company, cash and carry. We also do deliveries, but mainly we are based on a cash and carry market, our store. And one big department in this store is fish. So, and we serve mainly professional customers, means restaurants, caterers, hotels, and also smaller traders.
Can you tell me a little bit about the size of the company? Metro is a very international company. We are in more than 30 countries, and I think worldwide we have more than 200,000 employees. So tell me a little bit about your new neighbors. Oh, we are very excited about our new neighbors, Ice Fresh, and we are very happy to start next week or already now testing with the fish production. We are especially excited because Ice Fresh is an Icelandic company, and as you are a fish nation really, and fish for Metro is very, very important for our customers. We are very happy to work together with such a professional company. And what does it mean to have them next door? It will be a completely new thing. I mean, we will work hopefully very closely together, having meetings or small chats every day, and talking about, okay, what is the right article for our customer, what could we improve, what might be exciting new articles for our stores. So we are really looking forward. Ég svona með yfirsýn yfir alla uppsetningu á vélbúnaði. Við náttúrulega erum að færa mikið af vélbúnaði frá Cuxhaven og hingað niður eftir og svo náttúrulega erum við að kaupa mikið af búnaði bæði frá Marel, 3Rex eru Marel langstærsti aðilinn sem að selja okkur vélbúnað. 3Rex á Ísafirði eru með töluverða pakka líka. Og svo koma fleiri fyrirtæki frá Íslandi, það eru náttúrulega Sæplast og Dalvík selur mikið af kvörum hingað niður eftir og svo fyrirtæki Hafnarfirði sem heitir Málmi sem hefur smíðað töluvert fyrir okkur líka. Og ég náttúrulega með góða tengingu við alla þessa aðila, búinn að starfa lengi í þessum geira og þekki þetta meira og minna og þekki líka með kontakt við þessa aðila heima og þess að það. Og svo erum við með vörur frá fleiri aðilum, það nú til dæmis erum við með vörur frá fyrirtæki Akureyri sem heitir Haveri og það alltaf merkilegt að vera að kaupa rafmagnstöflur frá þeim. En það var bara einfaldlega þannig að það var bara, þar voru menn með settu kraft í verkið og okkur vantaði þetta fljótt, þeir bara fóru í máli og listu. Þetta ekki hægt hér. Þetta bara engin leið. Hér eru menn fastir í ákveðnum ferlum. Þetta skal bara fara þann feril og það tekur bara vikur. Þannig að þetta svolítið ólíkt umhverfi heima. Verið að leggja áherslu á að þeir hafa verið að setja upp svona verksmiðju hjá fyrirtækinu að versla við innlenda aðila, hreinlega verið að leita að bestu kjörunum og bestu gæðunum? Það klárlega verið að leita bara bestu gæðunum. Það það sem skiptir mestu máli, gæði og verð náttúrulega. Hvort það íslenskt eða ekki, það skiptir ekki öllu máli fyrir svona fyrirtæki. Hér erum við náttúrulega bara að leita því sem þeir eru að leita eftir og vilja fá það sem þeir eru að leita eftir. Íslenskt eða ekki, það ekki aðalmáli, en við bara eigum svo mikið af góðum vélbúnaði. Það máli, þess vegna ekki eftir. Segðu okkur aðeins nú frá þessari verksmiðju. Það má segja kannski að vissu leyti að hún verði tvískipt eða hvað? Já, þetta rauninni laxavinnslan náttúrulega svona stærsti þátturinn hérna í húsinu. Það náttúrulega keyptur mikill búnaður frá Marel í tengslu við laxalínuna eða laxavinnsluna. Og það náttúrulega stór pakki og svo það í rauninni svona aðskili hér í húsinu frá villtum fiski sem keyptur annars staðar að náttúrulega sjávarfiskur, laxinn náttúrulega eldisfiskur. Og þetta má ekki fara saman í vinnsluferlinum, þannig að það svona, hinn hlutinn af vinnslinu. Það sem þorskur, ufsi, karfi, ísa, kannski ekki ísa mikið reyndar. Það búnaður sem kemur frá Cuxhaven og notaður áfram. Ég veit að það verið að leggja gríðarlega áherslu á að fara eftir Evrópustöðlum í uppsetningu á þessari verksmiðju og segir okkur aðeins frá, ekki Evrópustöðlunum en kannski frá til dæmis laxalínunni. Hvernig bara gengur þetta fyrir sig? Já, í sambandi við Evrópustaðla og ýmsa staðla þá náttúrulega alltaf verið að herða alla reglur og bara til dæmis búnaður í sambandi við
bara til dæmis rörarlagnir í húsinu, þetta orðið mjög flókið sko, þetta þarf að vera svona ákveðið hringkersla á öllu vatni í öllu húsinu. Þannig að ef það eru settir upp kranar þá þarf alltaf að koma rör niður, annar rör upp og þetta alveg gríðarlega stórt kerfi, allt í kringum þetta. Þetta eru bara reglur sem eru nýkomnar og menn verða bara að fara eftir þessu og þetta flókið en það margt svona sem að Segðu okkur frá því, laxinn kemur inn í húsið og hvað tekur við? Já, laxinn kemur í frauðkössum inn í húsið og fer í gæli og svo fer hann á lyftu sem að lyftir fiskinum upp til þess sem að hvolfur úr kössunum, það hvolft úr kössunum inn á hausara. Ísinn fer frá, hann fer onni í kar sem reyndar nýjung, þar sem að ísinn fer onni, það hitaspírall í karinu, ísinn bráðnar og þetta verður á vatni og þannig hægt að losna við ísinn sem að annars hefði orðið heilmikið vandamál. Og þetta alveg bráðsniðulaust sem að kemur frá Ísafirði, 3 eggs. Þetta eitt og sér svona lítið dæmi, þetta alveg ótrúlegt að svona einföld, bara nýsköpun geti skipt svona miklu máli. Já, þetta klárlega mjög sniðugt og mér finnst líklegt að einhverju fleiri nýtt sér þetta í framtíðinni. Sko. En sem sagt, fiskurinn fyrir inn á bandið, ísinn frá? Já, hann hausaður, fiskurinn, hausaður og svo allt vigtað, það bæði vigtaður hausinn og bólurinn vigtaður frá. Þetta upp á skráningu á nýtingu og öðru og þannig að menn viti nákvæmlega hvað að hverju, hvað hausinn þungur og hvað bólurinn þannig að út frá þessu reikna menn nýtingun á fiskinum og vita nákvæmlega að þau eru uppi staði hver nýtingin Svo fer hann áfram í gegnum þvottavél, hann þveginn, sem sagt áður hann flakaður. Svo fer hann í flökunarvél sem svona eiginlega prototýpa frá Marel, Salmon í Danmörku og hún mjög spennandi og lítur mjög vel út. Svo fer fiskurinn áfram í snyrtivél sem hönnuð hjá Marel, kemur frá Marel í Íslandi. Og hún sem sagt útleits snyrtir fiskinn og tekur alla fitu og bein frá og í rauninni getur séð hvað mikið hlutfall af flakinu fer í afskurð og þetta geysilega fullkomið vel og leysir af líklega 10 manns. Og hvað verður afskurðinn? Hann fer ekki bara í ruslið? Nei, þetta fer allt saman áfram í framhaldsvinnslu. Þetta fryst og sent héðan í frystum blokkum. Og svo heldur bara ferlið áfram eða hvað? Svo heldur ferlið áfram, já. Og fiskurinn fer í eftirsnyrtingu þar sem að fólk snyrtir ef eitthvað þarf. Það kannski 2-4 í því og svo fer hann áfram í beinatýnslu þar sem að vél tekur öll bein úr flakinu og svo fer hann í svona tjekk eftir það sem að fólk sem sagt strýkur flökin, finnur hvort það eru bein eftir og tekur þau þá úr ef einhver eru. Svo fer þetta bara áfram í gegnum róðdráttarvél sem að tekur róðið af og svo áfram í þvottvél sem að þvær flökin og svo í pökkun þar sem að fólk tekur flökin og vigtar í kassa. Og svo bara yfir í næsta hús eða samliggjandi hús til sölu og markaðssetningar. Já. Þegar ísinn komin í þá bara kössunum lokað og setta bretti og bretti merkt og svo bara trillað með það yfir í næsta rými sem hjá Metro. Eitt í þessu ferli sem líka vakti athygli mína að minnsta kosti var þetta kerfi innúa frá Marel sem einhvers konar hugbúnaður eða eftirlit kerfi. Hvernig virkar þetta og hvað máli skiptir það? Þetta náttúrulega skiptir gríðarlega miklu máli. Með þessu kerfi þá geta stjórnendur og þeir sem að halda utan um vinnsluna séð allt sem í gangi. Þarna fara það hráefni skráð inn í húsið og það skráð náttúrulega út og þetta kerfi heldur utan alla skráningu á öllu sem að við kemur vinnslunni. Og út úr þessu hægt að lesa allar skýrslur, það hægt að lesa nýtingarskýrslur og framleiðsluskýrslur og
Þetta skiptir öllu máli í ferlinu. Og þá þarf leiðslur og snúrur víðsvegar húsið til þess að þetta allt saman gangi upp? Já, við erum með netsnúrur á 50 staði í vinnslunni sem að tilheyra þessu kerfi einn eða annan hátt. Þannig að þetta mjög flókið kerfi. Mjög flókið, en ég sé það á ykkur að þegar þið labbið að þeir eru nú orðnir dálítið stoltir og ánægðir með þetta. Já, þetta að verða alveg rosalega flott. Það líka gaman að sjá þetta allt svona verða til. Það var ekki klósett þegar ég kom fyrst að þessu, þannig að það mikið búið að gera síðan. Við erum auðvitað búin að fara aðalega yfir laxahlutann, hinum megin verður hvítur fiskur, en það að koma, það ekki svona mikið nýjum tækjum, það að koma frá Cuxhaven og þetta bara allt að gerast bara núna þegar við erum í lok apríl. Já, við erum bara núna í dag síðasti vinnsludagur í Cuxhaven, þannig að í kvöld verður farið að taka tæki niður og setja þau í gáma og svo trukkað niður eftir og svo fyrir helginni að setja þetta upp og tengja og við ætlum bara að vera klára með þetta eftir helgi. En það má ekki byrja á mánudegi? Nei, það má ekki byrja á mánudegi, þess vegna erum við að starta laxalínuna á morgun sem föstudagur sko. Þannig að það sé hægt að segja það hafi verið byrjað á föstudegi sko. Það alltaf því til haga sko. Þetta náttúrulega bara mjög gaman og sjálfsögðu maður mjög stoltur af þessu. Þetta náttúrulega bara frábær vinna sem að starfsmenn Icefish GmbH hafa gert og viðurkenning á þeirra störfum. Sjálfsögðu það sérstakt að vera sitja við þessa stóru vinnslu hér en hér einn stærsti flugvöllur í heimi og það ljóst að hráefnið mun koma víða að. Í dag eitthvað 15% 20% af hráefninu sem kemur á Íslandi og hitt að koma frá ýmsum löndum Evrópu og í framtíðinni sér maður að það muni hluti til koma frá bæði Bandaríkjum, Kanada og einstaklega löndum Afríku, þannig að ég held að þetta fyrirtæki sé mjög vel staðsett hér og sjálfsögðu þetta samstarfið í Metro mjög áhugavert, þar að segja þetta getum við sagt stærsti dreifingaraðili á ferskum fiski hér í Evrópu. Þannig að þetta að sjálfsögðu gríðarleg viðurkenning fyrir Icefish GmbH að vera boðið í þetta samstarf.